og við ætlum bara að ganga. En endilega komið að fá okkur fleiri spjöld, það nokkur laus hérna. Frábær mæting, næst verða ennþá fleiri, þar næst ennþá fleiri og svo koll að kolli. Hvers vegna þrýst á tilraunasprautu barna þrátt fyrir að vísindin sýni að þær draga ekki úr smitum og séu skaðlegar? Hvað þarf ég að endurnýja sprautuvottorðið ofta á ári? Þetta mjög góð spurning. Áskriftir eru siðlausar, algjörlega. Hvers vegna mótefnamælingar ekki gerðar áður en fólk sprauta með tilraunum? Snýst þetta ekki að vera með mótefni? Hvers vegna ófædd börn sprautu með tilraunaefnum sem hafa reynst skaðleg? Þá náttúrulega tilvís það að það vera að þrýsta á ófrískar konur að fara í sprautur og það vera að segja við konur ekki reykja, ekki drekka, ekki borða túnfisk, ekki borða hráan fisk, en svo að vera að þrýsta á konur, ófrískar konur að fara í sprautur. Mér finnst þetta grafalvarlegt og það ekki búið að rannsaka þetta, alveg sama hvað þeir segja, það ekki hægt að það sé búið að rannsaka þetta, það ekki nógur tími til að rannsaka þetta. Ég ætla líka að segja hér eitt í viðbót áður við ætlum að fá eitt jólalag. Áætlað að sprauta börn allt niður í 6 mánaða gömul með tilraunaefnum sem hafa reynst skaðleg og koma ekki veg fyrir smit. Það að koma undirskriftalisti á Ísland.is og við hvetjum ykkur, Guðrún, sem að sér þetta, hvetur ykkur til að skrifa undir hann og senda. Við verðum að vera sýnileg, við verðum að halda áfram og við viljum ekki láta sprauta börn með tilraunaefnum. Það ekki í lagi. Og bara klöppum fyrir okkur aftur og svo ætlum við að fá eitt jólalag. Við sjáumst með þetta jóla nýjárs. Takk fyrir!